maður kannski þeim drauma, ekki kælir. Nei, ég veist, ég hugsa að þetta sé bara í lagi núna. Bara að fá. Jú. Já. Síminn á sæðin. Það er ekki víst. Það er ekki víst. Jú. Góðan daginn, komið sæl og verið velkomin á þessa kynningu fyrir þriðja ársfjórðung 2016. Að vanda þá ætlum við þrír að fara í gegnum þessa kynningu. Ég mun byrja svona að fara yfir það helsta. Ólafur Njáll mun fara síðan yfir svona dýpri upplýsingar um reikningin. Þórður Pálsson mun síðan koma og fjalla fjárfestingarnar og ég mun síðan koma aftur í lokin og svona að draga þetta saman aðeins og svo að sjálfsögðu opnum við fyrir spurningar í lokin. Aðeins til að byrja, þá er það ánægjulegt að eins og hérna kemur fram, þá vorum við að endurnýja samning okkar við Landsbjörgu og teljum það ákaflega ánægjulegt og farsælt samstarf sem við höfum átt þar til áratuga og erum ákaflega stolt af.
En að þriðja ársfjórðungnum að þá má segja eins og þannig kemur fram og eins og kom fram í kynningu okkar fyrir annan ársfjórðung að aðgerðir sem við reiknum með aðgerðir sem við höfum gripið til reiknum við með að fara að skila árangri. Og það má segja að þetta uppgjör núna einkennist af því að við erum svona að sjá árangur af þeim aðgerðum sem við höfum gripið til og hagnaðurinn fyrir þennan fjórðung eru tæplega 860 milljónir og hagnaður af vátryggingastarfseminni tæplega 400 milljónir. Og fjárfestingartekjurnar námu 790 milljónum tæpum og ávöxtun safnsins 2,2%. Það má segja að þetta verið líflegur markaður og í endan hafi ávöxtunin verið umfram væntingarnar. Og fjórðungurinn hann skilaði þá samsettu hlutfall upp á 95% og eins og kom fram í tilkynningun okkar þá það besta niðurstaða fyrir liðna 6 fjórðunga. Þannig að síðast var þetta samsett hlutfall fyrir fjórðung lægra í lok árs 2014. Tjónarhlutfallið það að lækka á milli ára, hvort sem þegar litið til fjórðungana þessa og fyrir ári og líka fyrir 9 mánaða uppgjörinn á milli ára. Og eins og þá segir þá lítum við þannig á að þetta skila sér þær svona aðgerðir sem við höfum gripið til. Það má því segja, og ég kem betur að því eftir að svona svo vegferð sem við erum á horfir til betri vegar eins og við stefndum að og við höfum alltaf stefnt að því að afkoman af vátryggingastarfseminni sé réttu megin og þar viljum við vera, þar að segja að samsetta hlutfall okkar verði fyrir neðan 100% og það svo vegferð sem við erum á og stefnum að svona á komandi fjórðungum. En að þessu sögðu þá vil ég hleypa Ólafi Njáli að. Góðan daginn. Nú, Hermann nefndi að þetta væri góður fjórðungur og þetta býsna góður fjórðungur og það má segja eiginlega að lækkun hagnaðar frá sama tíma í fyrra kemur nú út á fjárfestingartekjunum. Það var náttúrulega sérstaklega góður fjórðungur í fyrra, þannig að það svona kannski ekki alveg svona þægilegu samanburður. Nú, við sjáum þarna sambærilega afkomu vátrygginga og á 9 mánaða tímabilinu þá það sama sem við erum að ræða. Við sjáum aðalmunin í fjárfestingarstarfseminni og við sjáum líka lækkandi samsett hlutfall. Það var 104,5 eftir 6 mánuði og við sjáum líka sterkt gjaldþol 1,95. Nú, hérna sjáum við þetta saman. Við sjáum að iðgjöldin eru vaxandi. Eigin iðgjöld vaxur 9% og 5,9 á tímabilinu og fjórðungarnir eru bornir saman þá sjáum við að það lækkun á fjárfestingartekjunum, það lækkun á tjónarhlutfallinu og það hækkun á endurtryggingarhlutfallinu og það kemur út af stórum tjónum árið áður. Nú kostnaðarhlutfallið á niðurleið þrátt fyrir saleik og við sjáum líka reyndar þegar við horfum á árin að þetta sama á við. Hérna sýnum við þetta myndrænt og hérna sjáum við einmitt að vöxturinn meirinn helmingur iðgjaldsaukningarinnar á tímabilinu kemur úr þessum fjórðungi. Og annað sem ég búinn að nefna bara að fjárfestingartekjurnar eru málið í þessari breytingu milli þessara tímabila. Varðandi efnahagsreikninginn þá þetta svo sem eðlilegar og breytingar þar. Við erum að sjá hækkun verðbréfa upp á tæplega 900 milljónir. Við erum með hækkun viðskiptakrafna sem alltaf svona inn í árinu upp á 1500, hækkun handbærsfjár 500 og lækkun endurtryggingaeigna 300. Og eigið fé það hækkar 600 milljónir en vegna hagnaðar og kaup á eigin bréfum þá nettast það saman.
Ég ætla svona að benda á þessa skýringu sem að við settum í reikningin óráðstafað eigið fé og það kemur til af því að nú skal færa á bundið eigið fé en enginn ennþá virðist vita hvernig nákvæmlega að gera það, þannig að það sett svona varúðarskýring hjá okkur í reikningin og vonandi kemur það bara í ljós hvernig það fer. Nú skuldirnar eru síðan að hækka 1900 milljónir þar sem að vátryggingarskuldin 1700 og þar af iðgjaldaskuldin 1400, þannig að það er til þess að gera lítil hækkun tjónaskuldarinnar. En Tóti, það er komið að fjárfestingarhlutanum. Já, góðan daginn. Ég vil byrja hérna bara að vekja athygli á neðanmálsgrein sem hérna við að við sýtum alltaf fram fjárfestingarsafnið og ákomna fjárfestingum hérna í þessum kynningum sem eins og við erum með þetta í safninu okkar, þannig að við erum ekki með inn í þessu til að mynda sko greiðsludreifingar eða tekjur að öðrum bankareikningum eða hlutdeild okkar í líftryggingum. En það sem að kannski var helst á fjórðungnum var það að við minnkuðum laust fé og jukum við okkur í ríkisskuldabréfum og svo í hlutabréfum og staðan okkar í hlutabréfum núna er svona svipuð og hún var áramót. Við höfum minnkað við okkur á fyrirhluta ársins, jukum aftur þarna núna á þriðja ársfjórðungi og síðan verður svona, myndi ég segja, töluverð breyting á samsetningu bæði ríkisskuldabréfanna og hlutabréfanna. Í ríkisskuldabréfum þá aukum við líftíma og förum meira í óverðtryggð ríkisskuldabréf, löng óverðtryggð ríkisskuldabréf og í hlutabréfa þá kannski minnkum við stöðu okkar í þeim hlutabréfum sem eru viðkvæm fyrir styrkingu krónunnar og förum svona meira í þau hlutabréf sem kannski njóta góðs af öflugum innlendum hagvexti og lækkandi vöxtum. Nú ef við horfum ef við kannski bara horfum aftur á ávöxtunina, þá var hún bara yfir væntingum. Við erum með 1,2% ávöxtun á hlutabréfum á fjórðungnum sem að vísu kannski lægra en það sem að gerði sér vonir í upphæði fjórðungsins en kannski bara býsna gott í miðað við þróun markaðar og gamma vísitalan lækkaði 3,7% á sama tímabili og ávöxtun á ríkisskuldabréfum bara líka vel ásættanleg. Nú stærstu breytingarnar á safninu eins og ég nefndi, við jukum hana allans í RKB 31 sem lengstu óverðtryggðu ríkisskuldabréfunum 1300 milljónir, fengum tilbaka verðtryggt innlán frá Íslandsbanka og minnkuðum við okkur í Marel og þannig að þetta er svona og jukum við okkur í Eimskip á móti, jukum líka við okkur í RKB 25. Nú þetta er yfirlit yfir þær eignir sem eru yfir 500 milljónir og þetta sé svo sem ekkert engar stóra breytingar sem neitt sem ætti að koma óvart þarna miðað við það sem maður máttu áður búast þegar áður séð. Ég kannski líka að nefna það að sko afkoman núna í ár, auðvitað árið í fyrra var held ég nokkuð einstakt og ég veit ekki hvort ég óttist eða voni að þessi langt ég við sjáum annað svipað ár en því það var svo einkennilegt. En núna er náttúrulega markaðarnir að þetta er náttúrulega ekki lengur beinlína upp á við og til þess að skráðum mörkuðum að þá vorum við niður 2-3 mánuðum núna á fjórðungnum og það eru miklu meiri sveiflur í þessu. Í fjármálafræðinni þá væri það svona áhættu vegin ávöxtun og vænt áhættu vegin ávöxtun núna er sennilega töluvert lægri heldur en í fyrra en við sjáum svo minga ástæðu að ætla annað en að fjárfestingartekjur verði bara á svona miðað það sem öllu jafnum má vænta hort fram á við. Sjáum engin sérstök sko dauðafæri eða mikla ógnanir fram á við. Aðeins bara til að gera grein fyrir og til þessum fjórðungi, það verður náttúrulega tíðindi í hluthafahópnum á þessum fjórðungi, það er að segja ríkið seldi sinn hlut sem var stærsti einstæki hluthafi félagsins
og eins og þarna kemur fram að þá var þetta tæplega 14% og svo sala gekk ákaflega vel. Margir höfðu svo sem áhyggjur af því á einhverjum tímapunkti að svona stór hlutur sem að augljóslega myndi fara á markað, að það væri einhver óvissa eða óvissa á því. En eins og ég segi, þetta gekk afar vel fyrir sig og umfram eftirspurn í útboðinu. Þannig að það var einkar ánægjulegt og síðan hefur þá sá hlutur þá dreifst á fleiri hendur. Við höfum stundum sýnt ykkur myndir svona þróun umferðar og hérna erum við að sýna breytta mynd frá því sem við höfum sýnt áður, það er að segja aðeins annars konar mælingar. En hérna þessi mynd sýnir náttúrulega augljóslega hvernig þróunin er að eiga sér stað á þessu ári umfram þróun liðin ára. Og það er svo sem margt sem á draga ályktanir út frá þessari mynd. Það má til dæmis draga það ályktun að það er alveg gríðarleg þörf á viðhaldi vegakerfisins. Það er gríðarleg þörf á endurnýjun vegakerfisins. En auðvitað það sem snýr okkur í þessu er það að hlutfallslega gefur það augarleið að slys haldast í hendur við aukna umferð. Og það er eitthvað sem við þurfum að ná utanum og það var það sem ég var að vísa til áðan. Það er eitthvað sem við þurfum að ná utanum í okkar verðlagningu og áhættumati. Og þetta er þróun sem við þurfum að vakta svona fram í tíman. Eitt sem ég glemdi að nefna áðan kannski varðandi glæruna breytta hluthafa, að það er rétt að koma því líka á framfæri að við vorum að endurkaupa heimildin okkar. Sú fyrri rann út í lok september og sú hinn nýrri, getur sagt, sem að byrja þá í upphafi í október, tekur mið af veltu septembermánaðar og þar af leiðandi eru heimildir okkar innan dagsins til að kaupa í endurkaupaáætlun eitthvað tæplega í kringu 6-falt meira heldur en það sem við höfðum áður og við erum þá að virkja þá heimild og höfum heimild til að fara upp í alltaf 8,5% og svo heimild gildir fram að aðalfundi eða ekki lengur en 11. mars að mig minnir. En rétt til að draga þetta saman og fara þá kannski aðeins yfir líka 9 mánuðina. Afkoman fyrir 9 mánuði voru tæplega 600 milljónir og þar af hagnaðar af vátryggingastarfsemi 470 milljónir. Fjárfestingartekjurnar voru 2 milljarðar og ávöxtun safnsins 6%. Nú eins og Ólafur Njáll benti á áðan, samsett hlutfall núna 101,1 og við erum þá á vegferð sem við erum ánægð með og svona reiknuðum með að ná og vonumst við þess að sú vegferð haldi áfram. Það ber þó, við tryggingamennir erum vanir að hafa einhverja varnagla, það ber að draga það fram að auðvitað er þetta fjórðungur sem er alltaf verið góður, það er að segja þriðji fjórðungur og við þurfum svona svolítið að sjá hvernig þessi 2 mánuðir sem eftir lifir árs, hvernig þeir reynast okkur og fjórði fjórðungur hefur alltaf verið lakari í þessum skilningi heldur en þriðji. Við höfum hins vegar sagt það að þær horfur sem við birtum í upphafi árs að við séum að fikrast nær þeim heldur en fjær og við svona áréttum það. Og þær horfur sem við birtum voru þá 98-100% í samsettu hlutfalli og hagnaði fyrir skatta 2-2,5 milljarðar. Og það er náttúrulega sjálfsögðu líka eins og Þórður benti á áðan, er hagnaðurinn þarna afkoman háð mikið mörkuðunum og hvernig þróunin verður þar. Hann nefndi mitt áðan líka að liðið ár hafi verið alveg einstakt, getur við sagt, í fjárfestingarpartinum, en það má líka segja að það hafi verið hálf einstakt í vátryggingapartinum og það er það sem við erum úr þeirri átt erum við að koma, að liðið ár, það sé 2015, reyndist okkur mjög þungt hvað það varðar, það er að segja það voru mörg stór tjón sem komu hér í okkar bækur. En svona þessu sögðu þá opnum við fyrir spurningar. Já, ég langaði kannski að spyrja varðandi hlutdeild ykkar í ökutækjatryggingum að snerta ferðaþjónustuna, annars var hópur að bíla á þessar bílökum. Já, það er spurt hlutdeild okkar í ökutæki sem snerta ferðaþjónustuna, það er að segja bílaleigubíla og hópferðabíla. Og þetta er hluti sem við erum alltaf að reyna svona átt okkur á hvar við stöndum og við getum sagt að það er ekki langt síðan við svona reyndum að setja mælistöku á það varðandi svona rúturnar, að þar liggjum við vel undir svona þekktri hlutdeild okkar á fyrirtækjamarkaði. En við getum sagt að í bílaleigurum þá liggjum við bara svona í okkar hefðbundinu hlutdeild á fyrirtækjamarkaði og fyrirtækjamarkaðurinn okkar liggur svona kannski í 30% pluss mínus, 30-32% eitthvað. Þannig að en í rútunum þá erum við vel undir þeirri hluti. Að við verðum að sjá að
vorum að tala um líkastjónum og stærsta tjónin og þetta eru þessar byrjaði fullar af fólki. Það sjá að þessi að ná að verðleggja þetta rétt. Það er spurt að því hvort þessum að metum það þannig að við séum að verðleggja rétt þennan þáttinn, það er að segja bílana og rúturnar sem eru þá fjölmennari heldur en kannski einkabílarnir sem eru á ferð. Og þetta er það sem kannski var að vísa til í upphafi, þetta er verkefnið okkar að ná utan um þetta og okkur sýnist svona sjálfum sér sko hlutfallið á milli iðgjalda og tjóna, það er að segja tjónshlutfallið, það er ekkit ýkja frábrugðið, hvort sem það eru með einstaklinga eða þá ferðaþjónustuna að ræða. Þannig að segja við höfum sagt það og það náttúrulega gefur auðarlega að við verðleggjum ferðaþjónustuna og bílaleigurnar með allt öðrum hætti heldur en einkabílana. Meðan að vera býða, má ég aðeins. Ég var spurður að því, það er þarna liður sem breytist alltaf milli ára, aðra tekjur. Þannig að ég var spurður að því hver skýringin á því væri og því er til að svara að það eru uppgjör við endurtryggjendur vegna fyrri ára sem að valda þessu. Þannig að þetta er svona ekki góð til að vera, þessi breyting. Fleiri spurningar? Kannski aðeins til Þórðar sem útlitið á fjárframlagssjóði. Ég veit að Frosti Rúnarsson spyrir mig hvernig útlitið til fjárfestinga og ég ekki betur en að hann vinni við þetta og ætti hann kannski að vita það betur en ég og ég er kannski að snúa spurningunni við en ég gerum bara ráð fyrir að þetta verði svona bara alltaf í miða við sögulegum meðaltöl og svolítið ekkert sem að ekkert sem blasir við í því en það var líka að bera spurningin á samfélagsmiðlunum afkomuna, við erum með afkomu af óskráðum hvað það er og það er uppfærsla á heimavöllum sem skýrir helmingina þessu sem er út af viðskiptum þriðja aðila með þau bréf og síðan er það uppfærsla 20 milljónar innvent farma sem skýrist af útgreiðslu og tilbakakaupum og hlutabréfum í því félagi og síðan í uppfærsla gengisútreikningur á horni 2. Það er þessi 3 liðir sem skýra óskráðu eignar alfarið. Fleiri spurningar? Ef ekki þá þökkum við kærlega fyrir. Takk.